Sælveriði aftur. Ég Óli Ufsi, togaraskipstjóri og kvótaanstæðingur. Ég vil nú byrja að þakka ykkur fyrir frábærar móttökur við spjalli okkar í gær. Þetta var alveg einstakt. Og ég vona að þetta megi þá hjálpa okkur í baráttunni fyrir bættu lífi á Íslandi. Ég gæti hellt mér í að ráðast á þetta nýja kvótafrumvarp, sáttaleiðina. En ef ekki að melta það aðeins betur og sjá hvað þeir segja. Ég ætla að fara í byrjunina þegar við hófum fiskveiðistjórn á Íslandi og byrjuðum að byggja upp okkar fallega þjóðfélag. Ég var svo heppinn að vera að útskrifast úr stýrimannaskólanum þegar nýju skuttogarnir okkar streymdu að landi. Vissulega voru búnir að vera hrikalegir tímar í útgerð þegar við sátum uppi með einhver 25 síðutogara sem allir voru gjörsamlega úr sér gengnir og out of date. Það voru alls konar byrjunarörðuleikar á nýju togarunum. Þetta var ný tækni, þetta voru miklu kraftmeiri skip og það sem meira var, þau drógu upp 3 sinnum meiri fisk. Ég held að það hafi ekki bara verið dökk skýrsla sem fékk okkur til að fara í það að taka upp sóknarmarkið og byrja að stýra fiskveiðunum, hefja sjálfbærar veiðar. Já, takið eftir því. Við hófum sjálfbærar veiðar 1976, fyrstir þjóða. Það byrjuði ekki með kvótakerfinu eins og LIU segir okkur. Nei, við byrjuðum sjálfbærar veiðar. 1976 vorum við að stunda sjálfbærar veiðar á nýju skuttogarum okkar sem við borguðum sjálf. Og eins og ég sagði, við áttum 25 togara, nú mönnuðum við 85 togara í fyrstu atrennu. Hugsið ykkur hví gífurlegt atvinnu uppbygging var í gangi í landinu. Og það var svo gaman að því að þessi skip, þau fóru ekki bara til Reykjavíkur eða Akureyrar þar sem höfðu verið stóru útgerðarplássin. Nei, þau dreifðust Austfirðina, fóru til Vestmannaeyja, Suðurnesin og svo ég minnist nú ekki á Vestfirðina. Uppbyggingin á Vestfjörðunum þegar skuttogarnir tóku að streyma þangað inn var einstök. Hvergi í byggðu bóli hefur sést eins hröð og mikil og flott uppbygging eins og á Vestfjörðum. Það var unun að koma til Vestfjörða. Ég þurfti stundum að skjótast að rimni brotið troll og sjá hvernig fólki var búið að byggja upp bæinn, byggja upp þessi glæsilegu hús. Þetta voru góðir tímar. Tímarnir fyrir kvótakerfið, þegar við öll höfðum jöfn tækifæri. Jöfn tækifæri til þess að ganga í skóla. Við gengum í skóla og maðurinn við hliðina, barnið við hliðina á okkur, var ekki með 3 milljarða arð í vasanum frá okkur, eins og núna. Sóknarmarkið var einstakt. Sáttin það og uppbyggingakrafturinn í kringum það var svo mikill. Við höfðum allir skoðanir og við máttum tjá þær og það voru gerðar breytingar. Ég get nefnt ykkur eina. Það voru mistök í upphafi að segja fyrirfram hvað við mættum koma með að landi. Þetta var risa breyting þegar að ráðherra féllst á að breyta þið þannig að við gátum tekið ákvörðun eftir á hvort við vildum vera með 5% í skipinu af þorski, 15% í skipinu af þorski eða vera með hreinan þorsk þennan túrinn og svo næsta túr á skrapi. Þetta var það skemmtilega við þetta. Þetta var allt frjálst og þetta var allt okkur. Þetta var á okkar ábyrgð. Við bárum ábyrgð. Núna eru 110 manns að vinna í lögreglustofu, fiskistofu
Það voru 10 kallar að fylgjast með okkur í sóknarmarkinu og höfðu nánast ekkert að gera. Stuðningurinn sem ég fekk frá okkur í gær, hann sýnir mér að við getum og við eigum og við skulum breyta þessu þjóðfélagi. Í Guðanna bænum höldum áfram að deila hvort öðru, höldum áfram að taka þátt. Ég er búinn að svara nokkrum spurningum, ég bið fleiri spurningar. Tölum saman, höldum hópinn og ryðjum dóminn, ryðjum burtu svikurunum sem sitja á Alþingi. Það verður léttverk fyrir stóran hóp manna sem hafa réttlætið af vopni og heiðarleikann sem skjöld. Takk ykkur fyrir í dag. Ég verð hér aftur á morgun að sjálfsögðu. Við hittust á hverjum degi. Takk. Ég er á Facebookinu, ég glemdi að minnast á það, ég er á Facebookinu, ég er líka á Mokkablogginu. Hugsið ykkur, ég fæ að vera í kjallaranum á Mokkablogginu, en þangað verðið að leita, ég er ekki á forsíðunni. Sjáumst á morgun, bye bye.